í Gullinbrú. Og með sæl, sjáum hérna á gærutúlamyndinni sem var tekin upp úr hátti í dag að það var víða léttskíð á landinu hér sunnanlands og komst hitinn hæst í 13 gráður á Kvískerjum en það var nú mun svalara yfirleitt á landinu í dag og var nokkuð svalt hérna sérstaklega fyrir norðan en hitinn svona yfirleitt yfir frostmarkið svona á láglendi en svona var farið að frysta núna seinni partinn á Hornbjargsvita til dæmis. Þannig að það að kólna hjá okkur og það verður norðanátt með þessu alla vikuna. Sjáum þessa lægð hér sem er skammt norðaustur á landinu fjarlægist svolítið hratt en beinir til okkar hér köldum norðlægum áttum, nokkuð stífum víðast hvar og svo kemur hér lægðardrag sem mun halda áfram hér norðausturabóginn og viðhalda þessari norðanátt út vikuna. Og sjáum að það afgerandi blár litur í kortunum hjá okkur og sjáum að það verður jafnvel enn kaldara og einna kaldast í miðja vikuna, í miðvikudaginn. Og það eru gula viðvörunir í gildi í kvöld, eða búið að vera í gildi í dag, hríðarviðvörun hér fyrir norðan og svo svona vindaviðvörun hér á Suðausturlandi og Austfjörðum, einna hvassast á hér austan Öræfa og sunnan til á Vestfjörðum og hviður líklegast alveg upp í 35 metrar á sekúndu við fjöll en ef við skoðum svona þróunina fram á kvöldið þá nú svona áfram tiltölulega létt yfir hérna sunnanlands en það kólnar smá saman og það má reikna með að það fari svona í afgerandi éljagang fyrir norðan. Búið að vera meira og minna rigning á láglendi í dag, einhver slitta svo svona þegar leið á daginn en fer svona líklegast í snjókomu éljagang með kvöldinu. Eitthvað drag hér í fyrramálið gæti eitthvað fallið úr þessu, einhver úrkoma, líklegast á slitta og svona allra syðst á landinu en annars úrkomu lítið eða jafnvel bjart hér sunnan og vestanlands. En éljagangur fyrir norðan og svona hálkublettir líklegast og eitthvað krapi svona á fjallvegum. Og svo svona þegar líður á daginn að það var ekki mikla breytingar nema að það verður þetta drag fjarlægist en það verður svona verður víða skýjað hérna sunnan til meira en var í dag, miðský, háský í þessu en áfram éljagangur fyrir norðan og við skoðum þetta aðeins betur þá sjáum við það svona gæti alveg myndast glufur í þessu hérna suðvestan til landinu. Hitinn hann ætti nú ekki að fara mikið yfir 0 gráður á morgun, jafnvel hann slæðist í 5 gráður kannski allra syðst í besta lagi og það svona norðaustan strekkingur í þessu og á norðvesturhluta landsins að þar einnig strekkingur en þungbúnara og víða svona éljagangur sérstaklega á norðvesturlandi og svona komin vetrar hamur í þessu og við sjáum að hitinn hann verður í besta falli nálægt frostmarki. Á norðausturhorni landsins svipað sögu segja nema hann verður aðeins hægari norðaustlæg átt nema kannski á Annesjum og svona meiri éljagangur þar og á norðausturhluta landsins að þar ætti nú að haldast þurrt að mestu en svona frekar skýjað í þessu og sjáum það svona jafnvel allhvass vindur í þessu. Þessar vindaviðvaranir fallu gildi í nótt og morgun en þegar kemur fram á miðvikudaginn þá áfram svolítill vindur í þessu og hann norðanstæðari og má alveg reikna með að verði svona staðbundnir stormur hér við Öræfajökul og austan Öræfa en annars strekkingur í þessu sérstaklega þá hérna vestanlands og sjáum að bláar tölur allvíða kólnar áfram þannig að það kalt í veðri og svona éljagangur fyrir norðan en þessi lægð hér treður sér hérna á milli Íslands og Noregs og það verður áfram norðanátt í þessu strekkingur allvíða áfram og hiti kringu frostmarkið en svona upp í 5 gráður allra syðst
og jafnvel að það bæta hans í úrkomu fyrir norðan og á föstudaginn þá dregur nú úr þessu og endanum líklegast og ágætis horfur fyrir helgina. En það er sérst norðan áttir hjá okkur og éljagangur fyrir norðan og kólnandi veður í næsta sólarhringinn. Verið sæl.